Old school quiz for the old dudes. Getur ég hafa bara með, ég byrja að rækka. Jæja. Kíló, þú verður að vera sérstaklega rólegur í dag því að það ískrar smá í það brakar í stólnum. Það er ekki þér að kenna. Þú segir mér ekki hvað að gera, Hafi. Segir ekki hvað að gera. Ok, strákar, við erum að fara í spurningaþátt. Við erum bara að byrja þér. Kekka. Já, óslega ánægður að koma tilbaka. Hvernig varst þú að það síðast? Ég veit ekki. Það er svolítið síðan. Árið síðan eitthvað, ég veit ekki. Það líður svo Var ekki 300 þáttur var? 300? Það er alltaf miss call frá mér, hunsa skilabóðin mín. Við vorum í bíó daginn. Þú lest mig sitja niður í burtu frá okkur. Blokkaði með Instagram. Vil ekki heyra meir í Bara að fá nóg af þessu fytur hlussu. Já. Hvað? Já, hann kallaði mig fytur hlussu. Ég hef ekki eins og svara þessu. Því það er satt. Sorry, ég Strákar. er pínu veikur, svo ég er svona, svo Þú sorry. ert alltaf svona. Því ég er veikur, bro, ég er andlega veikur. Já, veikur í hausnum. Það er ekki flensa. Ok, ég er búinn að setja rekkjan alltaf kamerur. Þetta er alltaf verið góður. Strákar, svona í tilefni þess að ég er að fara að gefa út spil, Já. eins og mínir hlustendur og áhorfendur vita vel. Það er svolítið mikið í húfi fyrir mig með þetta spil. Ég var að segja þetta við ykkur hennar rétt á hann. Það er bara framtíð podcastins er í húfi. Ég veit þetta hljóma mjög dramatískt. En Bíóblaðið spurningaspil kemur núna í búið fyrir jól. Þetta er bara bæði þess að hjálpa mér að gera annars svona spil. Ég er með nokkra hugmyndir sem nokkur gera eins og næsta ári. Líka bara halda með podcasti. Það gera svona podcast, gera svona spil, þetta krefst tíma, fórna. Ég veit að Kíló, þú stakst upp að þið fyrir podcasti, ég myndi bara dömpa fjölskyldunni og einbytta mig bara að podcast. Hugsi í lausnum. Viltu sigra? Hugsi lausnum. En það er svoleiðis og bara þið sem er að hlusta, endilega, Bíóblaðið spurningaspil og ég mun að sjálfsögðu hlusta ennþá betur þegar nær dregur. Og ég er óvænt að koma núna í Verslanir kannski byrjun nóvember. Þetta er eitthvað skipir núna. Þetta er fyrir áramót, sko. Já, ég vona það og ég er að vona bara... Ég er að segja það núna og ég trú ekki á okkur jinx kjaftu. Þú jinxa, fuck the jinx. Þetta er brand. Við þekkjum allir þetta shit. Við erum búin að sjá þetta í Bíósambíón í mörg ár. Þetta er á netinu, YouTube, everywhere. Þetta er brandið. Þú ert þvílíkur sölum maður. Það er bara, Jesus maður. Takk fyrir þetta, Kíló. Ok, Ísóli Kíló, þið hafa báðið komið tími nokkur sinnum. Við erum með kynnisviðskipti. Þið eru að hittast í fyrsta skipti. Sæll. Og ég ákvað fyrir svolítið löngu síðan. Það er svona, já, ég ákvaða bara. Það fór fram, yfir það verður bara hugmyndi, ég er bara búin að ákveða það. Ég var svona ekki búin að tala við ykkur. Þú veist bara, ég ætla að fá þess að tróða. Ég ætla að sjá Kíló tapa aftur. Þú hefur unnið svona þátt. En ég tek það ekki sem alvöru sigur. Villi, veist, það var bara eins og nýðast á minni máta. Já, Villi átti erfitt í þessu þætti. Nei, koma svo óvart. Villi! Og ég alltaf, þegar ég er á bókista þætti, spurninga þetta, ég vil fá jafna keppni. Það er alltaf mín pæling. Þú veit, vil líka fá skemmtilega þátt. En ég er ekki að leitast eftir bara svona, ég vona þessi rústi þessum. Þetta var bara gaman. Þetta var gaman. Mér varst þess Villi-þátturinn mjög skemmtilegur. Þó hann hafi skítapa því miður. Ég segði áðan í kaffistofun ykkar og þetta er bara svona úlingurinn í mér að upplifa drauma, fá að vera þáttakandi í eitthvað svona movie quiz. Ég man því að ég var að horfa okkur svona sjónvarpið DFT myndi, ég bara, þú vil vera góður í svona movie quiz. Og núna er maður að lifa þetta. Þú veist, við sem fá koma hérna í þáttinn, það er águstlega mikill heiður og þetta er svona, við erum að svona rækta innra barni okkar. Fattir þú? Þetta er sammála þessu? Ég er sammála. Þetta er fucking sammála. Þú er bara að tala frá mínu hjartan. Já! Þú veist, bara takk fyrir, Hafi. Já, takk fyrir að koma og ég hef nefnt þetta áður í podcastunni það sem ég á mjög huga þegar ég byrjaði með þetta fyrir núna það eru 5 ár síðan. Það er bara ágætt tími. 5 ár að gera þetta podcast. Ég hitti þig fyrst fyrir 5 ára, Kíló. Já. Ég held svo akkurat næst í 5 ár. Það var held í september 2020, sko. Það líf mjög hratt. En það sem ég vildi segja er að minn draumur var auðvitað bara að gera eitthvað svona skemmtilegt podcast sem væri gaman að hlusta á
og mitt markmið var líka að reyna kannski búa til eitthvað smá svona feril úr þessu, geta eitthvað haft eitthvað tekjur af þessu. En það sem ég datt aldrei í hug, ég hugsaði ekki út í því eina sekundu, það ég myndi eignast vini í gegnum podcastið. Það komið mest óvart. Nú erum við að fá tíminn trekk í trekk sama fólki, sömu gaura, við vorum bara í bíó eins og bara fyrir stuttu. Umulega mynd. Og hann eitthvað ekki góð. Hvað mynd var það? Nobody 2. Ég var svo vonsvögg, búin að sjá hana? Ég hef ekki sér töm, ég var fyrirmyndin geggjuð, sko. Sammála. Ég er búin að horfa fyrirmyndina svona 6 Já. Strætó atriðið besta bara atrið ever. Þessi var Drast. Við líka stóðum út í svona 20 mínútur ekki að grína þannig. Við fórum með Snorra og þetta, við fórum saman. Já. Bíóblaðis gestindir. Það var ógeðslega gaman. Þó myndin á lélega það var þetta gaman. Já. Þannig já, ég er búin að segja, ég er búin að eignast vini, svo Ísrael fekk hann til mín, það var fyndið, það var ekki svona sammeila vin, bentu mér á Ísrael, og þetta er vaninn að þú ætlar að gera eitthvað svona óskarsvöld það, fáðu Ísrael. Og málega ég er búin að oft heyra, eitthvað svona, þú ættir að vera vin minn, hann veit rosa mikið um bíómyndir. Já. Stundum stæðist það ekki væntingar. Já. En því fekk Ísrael, þá var ég bara, já ok, hann er mér það betri, en vinir mínu voru búin að tala sko. Já, þú sagði við mig, hafðu ekki águr, hann er alvöru keppandi. Þú skrifaði, hann er alvöru. Og þú varst svona djúprættar, þú sagði það, hann er alvöru. Ég sagði líka við þig, einmitt, hann er alvöru keppandi. Já. En sérðu virðingunni sem ég ber fyrir þér? Sérðu liðið sem þú ert að keppa við? Óla Bjarka, Mána, Snorri, hann veit sitt, Já. Ísrael núna. Þú ert allan að fá alvöru gæja. Tókst eftir því. Ég var challenge. Tókst eftir því, nefndi ekki Villa. Já, einmitt. Ég elska Villa, en það gekk ekki nóg vel í honum síðast. Förum að henda okkur í þetta, strákar. Ég ætla að segja eitthvað það er smá vinningur. Smá svona verðlaun. Er það nammi? Nei, það er ekki. Er það bíóblaðspilið? Nei, en ég skal gefa ykkur eitt. Þegar það kemur. Ég ætla að kaupa mitt eigið. Ok, takk. Styðja þig. Ég sá strax eftir ég hafa sagt þetta. Já. Það er vinningur. Já. Ég hugsaði með, það er nú gaman að hafa eitthvað svona smottir í. Ég er ekkert svakalega ríkur maður akkur núna, fór að líta djöðu spil. En mér langaði að vinning. Og í tilefni þess að þetta heitir Old School Quiz. Ég ætla bara að segja eitthvað strax, þetta eru 80s og 90s myndir. Nice. Allt saman? Já. Damn. Það er einu spurningar. Ég var undirbúið mig fyrir 70s. Þið vissum náttúrulega ekkert hvað ég var að spyrja ykkur út í. Eins ég sagði við ykkur báða, ég er ekki að spyrja út í glænýja myndir. Þetta er 80s og 90s, mér fannst það eitthvað svona við hæfi í þess að þú fættu 77, þannig að 80s, þú ert svona úlingur, svolítið svona á þeim tíma, já svona verðúlingur. Þú ert 82 kíló, þannig að 90s, það er slið þín áratugur. Þannig að mér varst bara gaman að blanda saman þetta, báðum. Já, 80s líka, þú veist út af myndbarsleifum, Já. gamla skóla. Já, ég meina þú veist líka helling um 80s og auðvitað veit Ísrael helling um 90s. Þetta er blandað, þetta er bara þessi 2 áratugir. Þetta er bara þessi 2 áratugir, en auðvitað alls konar myndir, þú veist, We got this, sko. það er bara alls konar myndir. Og ég meina Kíló, þú ert náttúrulega vanur, þú er búin að koma svo oft inn og veist nokkuð, ég er frá að nota sjónvarpið og ég vil alveg þvílíkt benda fólki á að horfa á þetta frekar en að hlusta á. Það er skemmtilega. Það er miklu skemmt að horfa á þetta. Við erum líka svo sætir. Við erum allir svo sætir. Gaman að horfa á okkur, en það er skemmtilega því ég er alltaf að nota sjónvarpið. Ok. Og ég verð með eitthvað svona plaggut, atriði og myndum, þannig að það er alveg must að horfa. Ok, strákar. Ég get ekki einbeitt mér að það sé ekki skjár. En viljið þið sjá velun núna? Já. Hvað? Já. Það er bara alveg saman. Jú. Sjáu. Hann vil sína. Ég vil sína. Hann er búin að hæpa þetta upp. Ég er svo stressað þegar ég. Hvað er með þetta? Bring it. Þið verður að loka á hann. Flashlight. Loka á hann. Þið megi opna á núna, strákar. Ég er búin að ná eitthvað henni í pókan. Mér fannst það bara svolítið skemmtilegt. Málega er, það er búið að vera svolítið það þema í gegnum podcasti, bara síðan ég byrjaði. Já. Bollarnir. Ég reyndar ekki með bíóblaðarsbolla, ég er með Cthulhu-bollamennina. Núna er eitthvað í húfi. Nei. En þetta er ekki, ég let ekki svona custom gera eitthvað bolla, ég gera það alltaf ekki þetta skipti. En að þetta er svona 80s og 90s, þá fannst mér cool. Það er frábært. Back to the Future glass. Og hver elskar ekki Back to the Future? Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Það er eitthvað að því fólki sem elskar ekki Back to the Future. Já. Strákar, hvað líst ykkur á þetta? Þetta er geggjað. Þannig að velunin eru að
þið fáið svona glas, Back to the Future, og þann heiður að kaupa af mér eitt spil. Er það glas eða plast? Þetta er Hljómar vel. Eitthvað ler. Þetta er alveg, sko. En það má ekki fara með þetta í uppþáttvél, bara strákar, það er ekki mest með því, þannig að ekki gera það. Já, hann þú. Helst ekki drekka úr þessu, sko. Ég er ekki svo með þetta vel. Þú getur haft það í kassunum, sína fólki hérna. Þetta eru verðlaunin. Ok, strákar. Kekja. Ok, Það var þetta þetta búið. var mjög cool. Hunda bara hérna. Ef þú hefði gert svona custom bolla, ég hefði verið ógeðslega kvíðin, ég langar að sína bolla, en mér langar í þennan líka, Já. en hitt hefði verið ómikið. Ég ætla aftur að gera svona custom bolla, það er svolítið cool. Já, fyrir 1000 þáttinn. Já, það er kannski, vonum við náðu því. Já. Þannig að þið heyrið það, ef þið vil fá þáttum með 1000, þá þurfa að kaupa spilunar fyrir jólum. Nei, kannski aðeins fyrr, kíló. 500. Já, kannski aðeins fyrr, kannski 400. Já, hverju 100, já, ok. Kannski 400. Ok, strákar, förum að kýla á þetta. Já. Mínir spurningar þetta hafa oft í gegnum tíðina verið kannski aðeins svo langir. Ég held að fólk eru ósammálaðir, þegar fólk finnst þetta gaman að horfa á. Já. Ok, kannski. Mér finnst þetta mjög skemmtilega. Stundum á ég erfitt með að hemja mig þegar að semja þessu spurningar. Að því mér langar alltaf svona í kannski einu viðbót bara, ætli Kíló viti þetta ártal. Ætli Ísrael viti hvað þessi leikona heitir. Ætli þekki þetta plaggat. Þannig ég er svona ofta að bæta við. En ég náði að hemja mig núna. Þetta bara 50 spurningar. Ég er unnið 25 mann. Það er engin bjalla, það er ekkert svona kjaftaði. Það er bara því skiptist á. Sá sem er undir í stigum, hann fær að ráða eftir ákveðin, hvert lið, eða flokka, hvort að næsti byrjiði ekki. Skil ég hvað við? Og er það þannig ef annar veit ekki svarið, þá má hinn svara? Já. Ok. Það er hægt að stela. Frábært. Ok. Ég elska að stela. Gekja maður. Nú fyrir að kýla þetta strákar. Rópaði bara, let it out. Ekki hann mæki. Let it out. Man. Ég ætla að skrifa niður tölu hérna. Við ætlum að sjá hvað eitthvað byrjar, eða hvað er ákveð að byrja. Ok. 0 upp í 100, ekki segja neitt strax. Já. Og ég er að skrifa niður hérna tölu. Komum við eitthvað tölu vilja 0 upp í 100, svo við næstu tölunni fara að velja hvort það byrjaði ekki. 26. 67. 67. Ég gerði 16. Hann verður. Ísrael, vilt þú byrja eða viltu að Kíló byrja? Strax besa. Herri, ég skal bara byrja. Þú ætlar að byrja? Já, segjum það. Ok. Og ég ætla að byrja eitthvað svona í stuttastönd, loka augunum. Ok. Af því ég er að fara hérna þess að 50 sjónvarpinu. Þið með ekki alveg sjá strax hvað ég er með. Og það er, ekki strax. Ok. Ísrael, þú ætlar að byrja. Og þú mátt horfa, ekki segja neitt strax. Kíló mátt líka alveg horfa. Kíló ennþá má loka augun. Ok. Henni er plakat að mynd. Og ég er búinn með mínum svakalegu Photoshop hæfileikum, þá er ég búinn að taka út titilinn af myndinni. Eina sem ég er að spyrja hvað heitir þessi bíómynd? Þetta er The King of Comedy. Það er Það er rétt. King of Comedy. Sem The Joker stað frá. Já, málega, þegar maður horfir á, ég er búinn að nefna það í podcastinni, ég horfði ennbla aftur á Taxi Driver fyrir ekkert svo lengur síðan og ég sá þessi fyrsta skipti, bara fyrir nokkur mánuðum, ég hef aldrei síðan hana. Ef maður er búinn að sjá þessar tvær myndir, þá er alveg Joker er rosa. Já. Ef þú blandar þeim saman. Mér finnst svo ofmyndin. Já, ég veit ekki þetta dróði þúrunni hjá mér þegar ég var búinn að sjá bæði Tessa og Rífi hennu. Ok, næsta plakat, Ísrael, þetta byrja vel hjá þér, þú kom 1 stig í hús. Ég fæ eitthvað Og eins og ég sagði hann, ef að Kíló veit þetta ekki, þá getur þú næltir í auka stig. Damn it. Kíló, hvaða mynd er þetta? Er þetta eitthvað gay? Nei, þetta er Tootsie. Þetta er þú. Tootsie, baby. Ég held að það var eitthvað djók. Ok, það er 1-1. Næsta plakat, Ísrael. Við þurfum ekki að eða miklu tíma í þetta. Hvaða mynd er þetta? Svona löggumerki, svona svo hauskúpi í miðinni. Ég er smá ekki alveg með. Þetta er erfitt, ég veit ekki það. Þetta er ég er svona að remba sig að sjá titil. Mér finnst þess að titil séu 2 orð. Já, og 2 orð, heldur við. mér finnst eins og annar orðið sér lón.
ég veit, þetta hljómar asnalega, ég ætla að giska á Lone Star, ég hef ekki hugmynd, ég ætla bara, mér finnst Þetta ekki að íkja núna. ég er ekki að íkja. Þetta er rétt, sér. Það, ok. Damn it, man. Ég bara, Ég held ég var bara að ná þér þarna. ég hef ekki séð þessa myndi, ég bara, Frábær mynd. ég sé þetta? Ég sá hann fyrir 100 árum. Man, ekki þetta henni. Ég elska allt svona Er small þetta town. 80s eða 90s mynd? 90s. Þetta er 90s, Þetta er 90s. early 90s, ekki. 90s. Ok. Jú, eða svona 95-6 kannski. Þetta er svona með uppáhalds Mid-mix. sjónar mínum, eitthvað svona smábæ, lögga, glæpamál. Já, ok. Já. Herri, ég þarf að tjekka þessu. Þú varst ekkert að djóka hérna? Ég er ekki að djóka, ég hef ekki séð þessa mynd, ég bara, Ég var bara please. ég sé það póster á þér, ég bara, Já, hvað er ég sé þetta? Það er sko líka málega, þú ert að keppa í Ísrael, það er mjög mikilvægt að hann klikki á einhverju. Hann er með þetta góður. Svo ef ég klikka, ég er bara out. Damn. Og þetta pressure. Auka pressa, kíló. Herru, förum, þú ert bara að gefa um olbáskott. Herru, ok, kíló, það er næsta plaggat. Æ, hvað heitir þessi helvítis mynd? Hvað heitir þessi mynd? Ég veit hvað mynd þetta er. Þetta er eitthvað, ég ætla að lesa þetta aðeins smá fyrir fólki sem er að hlusta. Aftur í hvetjum til þess að horfa. Það er að horfa á Spotify og YouTube. Daniel Day-Lewis er í þessari mynd, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Martin Scorsese's most passionate and powerful motion picture. In a world of tradition, they dared to break the rules. Þetta er eitt orð. Er það að spurja mig? Já, þetta er svona, þetta er eitthvað svona eins og Downtown Abbey eða eitthvað svona the Midsummer Girl eða eitthvað Resilient Woman eitthvað. Þetta heitir, þetta er eitthvað svona sexual, þetta var erotic movie. Man. Hún heitir, hvað hefur langar tíma til að giska? Ekki mjög, þú ert alveg að búin. Come on, hvað heitir hún? Mér langar að segja eitthvað svona Midsommar eitthvað, en það er ekki Midsommar. Midsommar. Það er eitthvað svona attraction eða... Gerðu bara svo Ísrael, bara svona, ég sé fyrir mig Lón og eftir fárlegt, þetta er Star. Hún heitir... Þetta er eitthvað svona... Nú þarf ég að fá svar. Þetta er sexual... Sexual Midsommar. Þetta er hérna... Insatiable. Ég veit það ekki! Hvað er þetta? Helviti! Það er ránt, ert þú með Ísrael? Þetta er The Age of Innocence. Ég vissi það var eitthvað Ísrael stalið með Age of Innocence. Já, svo var alltaf annað, auðvitað því ég vissi að þeim þið skilst á, ég vissi ekki hvort fengi hvað. En auðvitað reyni að hafa þetta svona nokkuð jafnt, svona, svona Lone Star var alveg trikki, þessi er svona svona pínu trikki. Ok, það er bara næsta, Ísrael. Alright. Þetta var Age of Innocence. God. Það er leið. Þetta er Big með Tom Hanks. Ísrael, þú þarf að finna ef Ísrael myndi klikka núna. Já, Hvað er með það? ég var að horfa á heimildaþáttur A.K. Charlie Sheen daginn, sko. Gekk, segja maður. Gekkis. En þetta er náttúrulega Wall Street. Wall Street. Every dream has a price. Auðvitað er þetta létt, maður. Það má reyna á milli. Akkur er Oliver Stone svona hrifin af Charlie Sheen? Fílar ekki Charlie Sheen? Jú, en þú veist, hann er ekkert upp við Michael Douglas og... Upp á leikara hæfileika? Já, upp á leikara hæfileika, skilur. Það er gaman að horfa á hann. Já. Eins og Hot Shots. Já, ég veit. Gekka. Pæli því að Naked Gun 2 og Hot Shots kom út sama sumar. Mér finnst það geggjað. Herru, eitt Hot bara. Shots er betri. Er þið búin að... Sagður Hot Shots 1 eða 2? 1. Já, Hot Shots 1 og Naked Gun 2 kom út sama Ég hugsi sumar. ég velji Naked Gun 2. En ég myndi velja Hot Shots 2. Já, ég meina ég það, sammála því. Já, Hot Shots 2 er Mér betur en 2 fyrsta. betri. Já. Er þið bara sem nýju Naked Gun? Já, Ég ég fílaði hana. Ég hló geðveikt. Já, ég Ekki bara ég. back. Þú veist, Nei! we don't have any joy. Þetta var bara, þau fylgdu gleði. formúlunni alveg eins og hann á að gera það. Sást hann í bíó eða heim? Nei, svona heim. Ég satt í bíósal, ég fór með bróðum mínum og það var ykkur sem satt við hliðina á mér, ég veit ekki hver var. Við þrýr hlóum bara hæst. Já. Það var bara einhver gauð sem veit ekki hver var, við vorum bara hlægjandi bara yfir allan salin. Ok, Kíló, bara veist það að þú ert smá í kamerunni minni. Þannig, sést aðeins í andliti. bara. Ég er feitur, ég tekur blá. Þetta er ekki feint. Ég kalla Gunnar Breaker. Veist. Ok, Ok, höldum áfram. Wall Street, ég var búin að gefa þér stig, Ísrael. Þetta var alltaf svolítið létt. Förum í næstu. Ég fæ eitthvað crazy. Kíló.
Þetta er, má sjá. Þetta er Glory. Þetta er Glory! Það sé hana. Hvernig Líka ber ég. maður Carrie Elves? Hvernig ber Carrie maður? Elves. Ég elskar leikara. Carrie Þetta er Elves. Carrie, ekki Gary. Carrie Elves. Elves. Ég var alltaf að kalla hann Gary. Gary, Já, ég það hefði er sé, Gary. það er, já. Þetta er Sherry. Það er svo frábær, ég elskar leikara. Já, ég minnstu, ég fíla þetta, kannski minnst Broderick. Ég meina Washington, Morgan Hver er þessi Freeman. Denzel Washington? Nei. Höldum áfram, Ísrael. Ég meina, svo kannski er þetta bara allt létt fyrir ykkur. Oh my God. Þetta er eina af þínu uppáhaldsmyndum. Já. Þetta er Natural Born Killers. Já, þetta er alltaf létt, sko. Já. Sjáum hvort að Kíló fá okkar létt líka. Oh my God, það þýðir ekki. Ó nei. LA Confidential. Þú veist, þegar ég sé Movie LA Pluggers, Confidential. maður fer bara strax í myndbarslegur, bíó, Já, þegar maður var að labba í gegnum þetta, maður sá þessar myndir. En hvernig finnst þið það? Því að, þú veist, ég veit, þú gerir þetta oft núna Kíló í alls konar quizum hjá mér, en Ísrael, þú gerir fyrst skipti. Hvernig finnst þið ykkur að sjá svona plaggaut og það er búið að taka titil? Er þetta skrítið? Já. Eða svona því þið eru svo Já. van... En kannski ekki fyrir okkur. Að þið eru nördar? Ég sé Já. bara fontið og allt, Já, sko. já. Sérstaklega getum það, þetta er svona ykkar áratýr. Já. Já, þetta er líka mitt favorite í þínu spurningakernum. Mér finnst plakatleikun alltaf Ég finnst skemmtileg. það þegar ég mjög horfi á, sko. skemmtilegt, sko. Ég er alveg... Ó, djúli, ég átti að gera fleiri plaggaspurningar. Mér finnst líka atriði skemmtileg. Það er bara svona eitt rammi úr okkur í bíómyndu og þið er bara að segja hvað mynda Já, það er erfitt, sko. Það getur við trikkið. Ég vil lósa eftir hvort það sé þetta ekki. Þið eru að fara að kemja því líka. Ísrael, síðasta þín í plakat spurningum. Þetta er... Og ég ætla samt segið fyrir Já. ekki, Ísrael. Það stendur inn eitthvað ein film og þetta er... Ég tók eftir þess að ég var búinn að ná í plakati. Það þýðir ekki að það sé eitthvað þýskmyndu. Ég fatta þetta. En þetta er myndin Blue Velvet. Ég held ég myndi kannski mögulega. Gott póster. Ok, ég held ég myndi ná þér þarna. Það voru nokkar svona plakatspurningur sem ég bara, okay, þetta getur verið trikki. Og Lone Star var eina og Age of Innocence. tricky, sko. Kíló, kláraði plakatliðin. Þetta er The Right Stuff. Já, ég held það sem var líka fín trikki. Nei, því ég var að horfa á Armageddon fyrir tveimur dögum síðan Já. og þeir eru að labba hana Það er svo drillers og hann fyndin kemur mynd. talk about the wrong stuff. Ég var nýbúin að sjá það. En djöfull er það astnalið mynd. Hún er Mjög skemmtileg. skemmtileg. Bruce Willis er alltaf bara, hann er alltaf bara get out of here, I gotta hold the dig. Yeah, we gotta dig this hole, man. Ég er orðin eitthvað svo ógeðslega þreyttur á þessari klísju. Pabbinn er að passa hver dóttin er að deyta. Hann er eitthvað að drepa bara alltaf skjótan með einhverju haglepis í... Þetta er svo... Þetta er tróp sem ég fíla. Þetta var svona the apex epitome af þessari tegundu bíómyndum. Þú getur ekki gert aftur. Þetta var bara tímabil. Já. Armageddon var svona they took all the good and bad parts and put it in one movie. Hvor er betri, Armageddon eða Conner? Skemmtlegri. Fyrir mig Armageddon. Mér finnst það skemmtilegri. Já, Steve Buscemi er svo geggjaður í henni. Já, Armageddon. Þið segið Armageddon. Já. Þannig að ég myndi setja núna spurningu á Instagram síðu Bíóblaðis. Hvor er skemmtlegri? Conner eða Armageddon? Haldið að fólk sé samanleikur? Já. Ég held að Conner sé vinsælli. Þeir eru með betri vondikalla. Skilur því vondikallin er bara asteroid í hérna. Já, það er ekki góð mútur. Já, skilur vondikallin er svo geggjaður. Cyrus the Virus. Cyrus the Virus. Diamond Dog. En líka, heldur þetta leikar í báðum myndunum, bara crazy casting. Já. Sammála. Herðu, höldum áframstrákar. Já. Gekka. Þetta var plakat liðurinn. Staðan er, við förum aðeins yfir stöðuna núna. Kílót með 4 stig, Ísrael með 6. Hann að stela að neinu. Já, hann tók af mér. Já. En 6-4, það er náttúrulega mikið. Já, svo alltaf því ég missi 1 og hann nærði, þá missi ég 2 stig. Veist það fara hann, ég náði bara einu vitlaus, sko. Já, og þú hefði ekkert því. Nei, starfræðin ekki alveg ganga upp hjá þér. Þú missir ekki 2. Nei, þú veist, hann fekk... Já, þú bæði farið ekki stig og hann far auka. Já. Já, það er sem fylgir ég að geta stólið. Get out, strókar, get out. Þeir eru búin að vera að plana eitthvað hérna. Ok,
Það er næsti liður, strákar. Ég ætla að biðja ykkur að líta aðeins til undan. Ég skal græða kannski betur næst, en upp að þú eru ekki alltaf að horfa í burtu. Ekki horfa strax. Kílóð, ekki horfa. Þú ert undir. Vilt þú byrja, eða vilt Ísrael byrja í þessu lið? Þú mútt ekki sjá hvað stendur skjá. Það spila fyrir í mér, sko. Þú veist, sjálfseskan var svona, ég ætla að byrja. En ég ætla að segja, veistu hvað? Þú mátt bara byrja Ísrael. Ok, Ísrael byrjar. Ég leiði fólki að velja þess, að því ég nenni ekki að hlusta á eitthvað svona, okkur fikk ég ekki þetta. Þú hefði ekki fengið þetta. Skilji. Þú máttu opna augun, kíló. Ok, hérna sjáu þið, þetta er, eins og sjáu, það er engin spurning, það er ég með hana bara skrifa, þeir eru með valkosti. Þetta er svona valmöguleika spurning. Sjá svipin á ykkur báðum. Ok. Hérna stendur, við sjáum þetta eru 4 heiti. Tyrell Corporation, Weyland Yutani, Cyberdyne Systems eða Virtucon. Spurningin er, Ísrael, þú ert að byrja, og einmitt kíló, við ætlum að hafa það líka, eða strákar. Þó þessu valkostir, þannig að þið viti þá eitt af þessu rétt svar, þá með þið samt stela. Fattiði. Þannig að ef að Ísrael giska núna, og það er ránt, þá þú bara velja úr 3. Hann er að fara nátt. Þú veist ekki þessi spurning? Hann verður með 100 hitni, 50, hann verður 50 for 50. Ef þú nær öllum í þessu quizi, Ísrael. Þú verður búin svona kórun handunum. Bíóblaður kórun. Bíóblaður kóngurinn. Já. Nei, þá er ég mjög impressed að ég held að enginn hafi náð því í quizi að fá allt rétt. Þannig að engin pressa, en samt smá auka pressa núna. En þetta er ekki búið. Það eru nokkar alveg trikki hérna. Ég trúi ekki að það var að taka þetta allt. Spurningin er, hvað heitir stórfyrirtækið í Blade Runner? Ég var að horfa á þessar myndir daginn. Svindl, Það er djók. Tyrell Corporation. Það er Tyrell Corporation. Það er rétt hjá þér. Það er rétt. Jæja, kíló. Svolítið gaman að þið sjá ekki spurninguna. Ég hef þetta að byrja. Þetta verður easy. Þetta er bara... Ok, kíló. Þetta er listi. Hérna ertu með Lawrence Fishburne, Wesley Snipes, Forrest Whitaker eða Keith David. Þetta er Black Kings. Þetta er bara Black Kings listi. Já. Þú veist ekki spurninguna. Þetta er einnig spurning. Hver er elstur? Hver er elstur? En það er ekki spurning. Þú alveg, hver er elstur? Hver leikur hinn unga hermann Big Harold í Platoon? Forrest Whitaker. Það er rétt. Já. Ég var svona 90% var það ekki fucking Forrest Whitaker? Svipurinn á þér. Ég var fann að efast. Það er ekki virkulega Forrest Whitaker. Já, Forrest Whitaker, já. Það er rétt hjá þér. Þetta er góð spurning. Þetta er góð spurning. Þetta var svona mátulega erfitt. Já, mátulega spurning. En mér finnst líka gaman, að þeir eru ekki svona valflokka, það er alveg gaman svona, ég get farið kannski svona aðeins erfiðar spurningar. Settum við lista því hefðurðu vitað þetta, ef þú er ekki mikið valmöðuleika, hefðurðu alveg strax bara Forrest Whitaker. Ég hef ekki vitað. En þú sér nöfnin, hefði það hjálpað? Já, það hjálpaði með sjá nöfnin, sko. Ok. En er ekki líka það ég ætla að hafa þetta á skjánum, að ég ætlaði fyrst ekki að hafa þetta með á skjá. Jú. Já, ég er meira svona visual learner. Ég er nefnilega líka. Við elskum bíómyndir, við erum svona visual learners. Já. Ok, höldum áfram. Ísrael, mér finnst líka svolítið gaman að sýna ykkur sko valmöðuleikana á þenni heyri spurninga. Já. Ísrael. Ok. Já. Rita Hayworth, Raquel Welch, Marilyn Monroe eða Veronica Lake. Spurningin er. Þetta er allar konur sem JFK er búin að ríða. Hver hann tók hann fyrst? Já. Ok. Eða hverja þeim, ætla ég frekar að segja. Ok, það er þessi 4 nöfn og við erum auðvitað, þetta er 80s og 90s. Ég meina Marilyn Monroe er nú ekki að gera mikið hann að 90s. Til dæmis. Spurningin er, hvaða leikona er á plakatinu sem felur hóluna sem Andy notar til að flýja fangelsi í The Shawshank Redemption? Þetta er svolítið skemmtileg spurning. Þetta var, Easy. sko, í myndin, hann skiptur plaggat í myndinu manni. Þess vegna er þetta skemmtileg spurning. Þannig að hvaða plaggat var uppi þegar hann
var með Prison Breakið. Ég er að skoða þennan það var ekki meira það var ekki Veronica Lake, það var annarkvort Rita eða Raquel. Mér er svona að hugsa aldurinn á þeim allir. Mér minnir hafi verið Raquel Welch. Já, ég ætla að segja Raquel Welch. Það er rétt. Það er rétt. Jesus, maður. Ég veit ekki hvort ég hef verið með það sjálfur. Sko. En var ekki Rita Hayworth líka? Plakatið? Jú. Ég held með þess að bókin heitir Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Já, eitthvað hlut. Mér minnir það. Þetta er góð spurning. Vá, en vel gert. Ég elska his thought process. Já, mannlega aldurinn, já, þetta er ekki að rann ekki leik, sko. Er þetta svo að keppa við 12? Nei, þetta er bara, mér er gaman að keppa við bara eitthvað svona vettran. Já. Skilur. Þú færðir ofta að spara þannig keppund. Já, ég fíla það. Ég eitthvað svona bóka á móti bara einhverjum 12 ára. Nei, ég fíla challenge-ið. Lífið er challenge. Ég er að stríða þeim. Þú veist, og það er ógeðslega gott að vera humbled. Því ég byrja hérna, ég var alveg bara, ég veit ógeðslega mikið bíómyndir. Svo fyrir ég þess að þætti og hitti svona, ok, ég vissi ekki eins mikið ég hélt, skilur, og það er gott að vera humble. Yes, hjá mér líka. Ég hugsaði að ég byrja podcast bara, ok, ég veit alveg slatt bíómyndir. Svo fæ ég alls konar lið til minn og maður bara, wow, ég hef ekki hugsað þetta eða, vávísur þetta. Einmitt. Geðveitt. Ok, höldum áfram. Það er næsta spurning. Kíló, númer 4. Já, hvað er spurningin? 7! Nei. Hérna séum við Pride, Gluttony, Envy og Wrath. Já. Ok, viltu vita spurninguna? Já. Fyrir hvaða synd deyr fyrsta fórnarlambi í 7? Það er Pride. Það var lögfræðingurinn. Var hann ekki lögfræðingur? Það er ekki svo business card. Það er rangt. What? Þetta er joke! Gauður sem liggur hann í... nei, ég veit hvað það var. Nei, var ekki Ísrael. Nei, ég var á kokki. Það er mjög langt síðan sé sem mynd, en ég held að það verið Gluttony. Það er rétt. Nei, ekki. Jú. Veitu, er fyrsti gaurin feitikallinn? Já. Það er fyrsti gæinn. Fyrsti gaurin var... Það er nummer 2. Ég er svo... Akkur mann ég að það var fyrst lág aðna á teppinu með blóðinu. Var þetta pínu svona, þetta var þetta sniðurspurning? Þetta var mjög sniðurspurning. Ég held að það kom seinni myndinni því það var svo brútal. Ég múin að gleyma okkur, 7 er brútal. Hún er brútal. Þó maður sjá það í raun aldrei sjálf morðið. Það er gegn. Þetta er svo sturlu mynd. Ok, það var Gluttony. Til dæmis, eins og þessi spurning, þegar ég bjó hana til, þá var ég alveg 50-50. Er þetta skítlétt? Nei, kannski munar ekki alveg uppur að ná nákvæmlega, af því að það þarf að vera svolítið stuð sem þú sást hana. Ok, Ísrael, vel gert, Kíló, kannski aðeins að fljótur aður. Ísrael, hérna fara að sjá nokkuð nöfn, spurning 5, valmöguleikarnir eru eftirfarandi, Leon Nash, Emil Blonsky, Bobby Kilter og Clarence Bodiger. Þetta er spurning 5. Ég veit ekki hvað þetta er. Spurningin er, hvað heitir brjálæðingurinn sem Kurtwood Smith leikur í Robocop? Ok. Það er allavega ekki Bobby, af því hann segir setningum myndinni, Can you fly, Bobby? Can you fly, Bobby? Gjöðu glína. Bitches out. The bitches leave. Já, bitches leave. Bitches leave. Bitches leave. Sturlu mynd. Ég er eiginlega bara að skjóta hennar út í lofti. Mér finnst þess að segja Clarence. Ég er að segja hann uppna. Leon Nash. Emil Blonsky. Nei, Clarence Bodiger. Clarence. Ég ætla að segja Clarence Bodiger. Damn it. Það er rétt. Það er rétt. Djöfur! Og ég segja reitt, þetta er allt nöfn úr Robocop. Mér minnir það. Mér minnir af Can you fly, Bobby Gorin? Hann heiti Kilter, minnir mig. Okay. Hinn eru í krúinu, sko. Okay. Þannig ég var að reyna að gera þetta ekstra erfitt. Wow. Þetta var vel gert, maður. Ok. Kíló. Já. Það er komið að næstu. Þetta er. Hérna sérðu 4 titla. Hellraiser, The Hellbound Heart, The Forbidden, The Scarlet Gospels. Spurningin er, hvað heitir bókin sem hryllingsmyndin Hellraiser er byggð á? Ég hefði elskað að fá þessu spurningu.
Bæði elska í myndina og ég lesi bókina. Og er það eitthvað trick question, hét hún Hellraiser, en það heita aldrei sama bókin, voða sjaldan. Ég get ekki sagt neitt, ég þarf að vera með Pokerface. Ég ætla að segja, svo típist þú myndi heita The Hellbound Heart. Ég ætla að velja það. Það er rétt. Yes! Yes! Oh! Ég hugsaði, þetta er alveg svona cheesy nafn og bók. Og það er svona breyttur í Hellraiser. Því The Hellbound Heart, svona... Ég hef ekki hugmynd þannig, sko. En þú er örugglega giskast á það Hellbound Heart. Þú verður svona, já, það Forbidden hljómar ekki rétt. Scarlet Gospel, það hljómar ekki vel. Næsta spurning, ég er mjög spenntur um næsta spurningu. Ég spurði, segja ykkur þetta, ég spurði bæði son minn, eldri, sem er 4 og háls, og mína kærustu. Já. Hvort þið vissi svarið? Ok. Hérna sjáu þið 4 nöfn, Annie, Daisy, Bo eða Molly. Spurningin er, hvað heitir litla systir Andy í Toy Story? Litla systir Andy. Okay. Eða Adda á íslensku. Er Toy Story að fara að brjóta núna hjá Ísrael? Já. Þetta run. Það er ekkert Þetta stiga. Það er ekkert thought process í gangi núna. Það er mjög langt sem ég sé Toy Story myndinar. Þannig, ok. Andy er svo sem á brúðunar. Í rauninni aðal strákurinn sem á dótið. Annie, Daisy, Boo. Ég ætla að... Hann heiti Andy og giska og hún sé líka með eitthvað svona í lokin. Ég var að segja Daisy. Það er ránt. Það er Bo. Það er líka ránt. Kilo, þú ert að nýta tækjum. Bo er... Ég held að þetta var svo nýsnafn, eins og svona Bo, Leo Bo. Hún heitir Molly. Ömurlegt nafn. Ömurlegt. Ok, Pældu að hún heitir Bo, Bo. Hún heitir Bo, dótið hana, sem við lömpin hana. Okay. Málið, nú er ég búin að horfa svo oft á þetta íslensku. Hún heitir Bóthildur, þessi dúkkan. Var það Molly? Já, Molla á íslensku. Þetta var svolítið erfið spurning. Og vissu þau svarað? Þú sagði það? Nei, þú vissi þetta ekki. Ok, það er komið að þér, Kíló. Þú hefur ekki þetta nýtti tækifæri. Ég var svo viss að það var Bo. Því ég hugsaði bara, þetta verður eitthvað svona spesnafn. Nei, Molly. Ok, hérna sjáu þið, þetta eru grannlega 4 staðir. Ég veit 100% hvað spurningin er. Valmöguleika spurning. Þetta er þín spurning, Kíló. Já, Viltu svara á hana hér spurninguna? Viltu þóra því? Hvað fæ ég marg stefi í næði? 20. Er það? Nei. En okkur hafði ég það ekki? Það hefur verið geggjað. Ég hef sagt við ykkur, þið fáið bara valmöguleikana og þið fáið 2 stig eða þið gískið án þess að segja spurninguna. En það er samt varið drullu erfitt. Ok. Spurningin er Kíló. Þú ert með 4 staði. Caesars Palace, Clarion Hotel and Casino, Tangiers Casino, Montecito Casino. Hvað heitir spilavitið í Casino? Ég vissi að það myndi koma þessa spurning. Ég bara, heili minn fer bara í Tangiers Casino. Tangiers, það er rétt. Ég vissi það. En ég ætla að gera eitt, eins og ég var búin að segja við ykkur. Geðvögg. Ég bara svona, Clarion Hotel, nei. Ég ætla að segja ykkur eitt. Ég er nefnilega að fara að gera, ég var búin að segja ykkur það, ég er að fara að taka upp annan svona spurningu þátt. Það verður svona minn Reykjavíkur þáttur, það verður svona horror quiz. Nice. Tekur upp í kvöld. Hver eru svona góður í horror í þessu þáttum? Sko, ég ætla að láta mína horrorgæði keppa sem hafa komið til mín og við tölum Halloween, Friday the 13th, Night on Elm Street, það er miklu horrorgæðar. Pétur og Jökull. Ég ætla að láta það keppa. Við ætlum að taka fyrir Texas Chainsaw Massacre, við varum búin að tala það í þætti. Svo dagmir ég að það er gaman, sérstaklega ég er gefið út þetta spurningaspil, quizsetnir er mjög vinsælir og mér langar að sjá hvora þeir ætli viti meira ef ég setja í bara alveg keppni. En allavega, einn liður er þar og ég átti að útskipta mitt fyrir þegar þeir koma. Er rétt eða ránt? Og það sem ég ætla að gera
þá setjum ég bara upp eitthvað setningu og hún þarf öll að vera rétt ef þú segir, þetta er rétt. Þú veist, þannig að kannski er ártal, nafn og eitthvað og ég ætla að gefa í rauninni möguleika. Þegar með að segja pass og þá missa þær ekki stig, skilji, en ef þeir giska á, segja, þetta er rétt, en það er ránt, þá far hinn sjálfkrafstu. Skilji hvað það tala um. Þannig þér er refsað. Yes. En ef þú segir pass, já, þá fer engin stig. jú, býtu, ef þeir segja pass, nei, ég ætla að hafa samt líka þannig, ef þú segir pass, þá far hinn möguleika á að svara, en það er líka sami í honum. Já, það er brilljant. Er það ekki svolítið gaman? Ekki húfi. En ég var svona að hugsa bara í dag, bara í morgun, Þetta er góð. en svo fyrir að hugsa, er þetta kannski aðeins og ósækjað? Nei, ég vil hafa þetta þannig. Og líka þeir eru eitthvað svona veterans. Það má alveg refsa þeim aðeins. Já. Ok, herru, en það verður gaman að sjá það. Þannig já, þið er ekki að fara í svoleiðis keppni. Þú varst með þetta, Tangiers, það er komað þér, Ísrael, valmöguleikar, hérna er með 4 nöfn. Jack Napier, Carl Grissom, Carmine Falcone, Joe Chill. Spurningin er, hvert er alvöru nafn Jokersins í Batman frá 1989? Það er Jack Napier. Já, það er rétt sér. Það er ekkert auðvitað. Það er ekki Joe Chill. Hey, Joe Chill! En það er gæðin sem skaut fóldrans í alvörinni. Er það Joe Chill? Það er Joe Joe Chill er, til dæmis gæðin í Batman Begins, það er Joe Chill. Það er Joe Chill. Það er held í kanon, sko. Það er alveg sögunum. Minna hann heitir Joe Chill. Ok. Hörru, ein eftir. Það er kíló. Já. Hérna sérðu 4 nöfn kíló. Þú hlæðir hérna, Ísrael. Dennis Ég Farina. veit hvað mynd þetta er. Þú veist hvað mynd þetta er. Það er kaffi. Hvað er kaffi? Hvað varstu með? Já, þú varst með kaffi. Hvað er kaffi? Já, hvað er spurningin, motherfucker? Spurningin er... Nei, já, fyrir ekki. John Aston, Dennis Farina, Joe Pantoliano, Philip Baker Hall. 4 leikarar. Frábæri leikarar. Spurningin er, Eddie Moscone ræður mannaveðaran Jack Walsh til að finna endurskoðandan Jonathan Mardukas í grínmyndinni Midnight Run. Já. Hvað heitir leikarinn sem leikur Eddie Moscone? Það er Dennis Farina. Það er rátt. What? No! Veist þú þessu? Ég veist það, ég datt út. Neina, lesa spurninga aftur. Hann datt út. Eddie Moscone ræður mannaveðaran Jack Walsh til að finna endurskoðandan Jonathan Mardukas í grínmyndinni Midnight Run. Hvað heitir leikarinn sem leikur Eddie Moscone? Ok. Það er þannig ekki Dennis Farina því hann var að giska á hann. Nei, það er ekki John Aston, það er sá sem var á móti De Niro. Það var það Philip eða Joe? Það var Joey Pantoliano. Það er rétt. Joe Pantoliano. Já, er hann svo gamall, hann Joe Pantoliano? Já, hann var held í nokkuð ungur. Þetta er geggjumynd. Þetta er æðislega. Ég spurði á Instagram, ég manni hvað þið sögðu, ég held að þið hafi verið sammála. Já, þú varst með eitthvað. Ég spurði, það er ástæður ég spurði það svo á Instagram, hvor er betri, Planes, Trains and Automobiles eða Midnight Run? Og ástæður spurði, ég var nýbúin að horfa aftur á Planes, Trains and Automobiles, það var svolítið langt síðan að sé hana og það er ekkit ósvipað svona þannig, sko. Smá svona roadtrip-mynd og ólíki persónleikar eitthvað. Þú sagði Planes, Trains and Automobiles, Ísrael. Ég sagði Planes, Trains líka. Já, þið voru sammála. Já. Ég er ósammála. Ég set Midnight Run fyrir ofan. Ég er bara búin að sjá Midnight Run einu sinni. Ég er búin að sjá hinum myndan svona 5 sinni. Já, mér finnst nefnilega Planes, Trains ekkert sérstak. Það er ekki. Nei. Ég þarf ekki að skála Midnight Run eftir. Mér finnst Uncle Buck betri. Bara hendi svona fram. Já, ok. Ég var að horfa á heimildamyndin í gær með hana John Candy, I Like Me. Herru, ég þarf að sjá hana. Æðislega. Er hún góð? Æðislega. Ég ætla að fara að horfa á John Candy mynd í kvöld. Ég var bara þannig, bara eftir þáttu. Ég var, oh my god, hvað ég saknaði þess mann. Já. Hann var jafn gamall og ég þegar hann dó. Hann var 43 að lest. Ég held að hann hefur verið eldri, sko. Nei, ég myndi þegar hann var ekki það gammal, sko. Já, miklu góða minningar. Ég kynntist John Candy í vídeolegum, skilur. Það kynntist í honum. Já. Ég sakna hans af öllum þessu leikur sem var fallið frá. Hann var örugglega mjög ofalega hjá mér ef ég getur bara einhvern veginn svona resurrekta eitthvað leikara.
Ég bara elska Hann John og Candy. Robert Williams. Já, einmitt, já. Tveir. Úf, það var högg. Ég hugsa ennþá í dag verið sorgmæti, bara svona, Já, sammála Það var maður. Það var högg, maður. Svo skrítið maður sér eins og Michael Madsen dó í ár. Ha, vissur það ekki? Er Michael Madsen dáinn? Já, hann Hvernig dó hann? Það var svolítið 3-4 mánuður eða Já, eitthvað hlut, hálft ár síðan, eitthvað hlut. Já, fór að framhjá þér. Úf, sorglegt maður. Við þurfum að gera þátt einhvern veginn seinna. Já, og ég Við þurfum að gera það nýtt, ég er að tala. En ég var nýbúin að, en þú varst ekkert að djóka með þetta? Nei, ég þú vissir Ég vissi ekki. Ég var nýbúin að horfa á hana podcast með Michael Madsen. Virkaði svo skemmtilegur og flottur kall. Með skemmtilega sögur og svona, og skemmtilega hreinskilin. Og líka hann er ekta, hann er genuine. Svo bara dó hann held ég bara mánuði setna eftir ég sá þetta podcast. Hvað var gamall? Mjög sorglegt. Já, hann var ekki ánum 60, held ég. Ég man það ekki alveg. Nei, ég man það ekki alveg. Kannski 60. Hann var ekki gamall. Höldum áfram strákar. Ég ætla ekki að draga þetta neitt niður. Næst förum við í lið sem að... Ef við loka augunni. Já, takk, lókja það. Ég skal stilla þessu betur upp kannski næst. Þannig ég get bara farið. Ég er að fá mig veipið. Já, það sést, af því að þið eru báðir í sömu kameru. Kíló. Ég er að vera úrslega lúmskur. Ok, þú ert... Já, fyrir með stigin. Ísrael. Þú með 7 kíló, Ísrael með 12. Jesus, fuck. Ég var rústaður. Ég vil að hann fær eitthvað svona brain farts eftir, bara eitthvað. Já, sjáum til. Bara malfunction. Kannski verið AI heilin að klikka. Malfunction. Þú ert undir. Já. Ok, þetta er alltaf svo sem sér ekkert nákvæmlega. Já. Ok. Þetta er IMDb. IMDb description. Já. Og bad description er the real description. Þetta er bara alvöru, þessi stendur í IMDb, bara eins og þú hefur keppt í aður. Þið fá að vita hvað stendur á IMDb síðan ákveðna myndir og þið segjum bara hver titillin er, hvað myndir eru að tala um. Viltu byrja Kíló eða viltu Ísrael? Ég ætla að svissi þessu. Hann byrjaði seinast, ég ætla að byrja núna. Þú byrja núna, hendum okkur í þetta. Og textin er eftirfarandi. Leðum mig kannski að lesa hann. Communist radicals led by Ivan Korshunov hijack Air Force One with US President James Marshall and his family on board. Vice President Catherine Bennett negotiates from Washington, D.C. while Marshall fights to rescue the hostages on board. Air Force One. Já. En þetta áttu að vera svona smá trikk. Já, ég veit. Þetta getur ekki hún. Það er Hann heitir Ívan, ég man svo vel eftir því. Kíló, stig. Hversu margar eru myndir með eitthvað hijacking the president? Já, ég meina, en er ekki gaman fyrir stig? Já, takk. Ísrael, þú fær þetta. An oddball journalist and his psychopathic lawyer travel to Las Vegas for a series of psychedelic escapades. Er þetta ekki bara Fear and Loathing in Las Vegas? In Reno, fyrir loathing in Reno. Nei, fyrir loathing in Las Vegas. Reno, Nevada. Ok, wow, þú veist, menn er ekki einu Ég var svona... ekki 100% hana. Ég er ekki svona... Þið hík ekki. Ok, Kíló. A big city teenager moves to a small town where rock and roll music and dancing have been banned by backward local parents and his rebellious spirit shakes up the populace. Það var bæri sem gerði þetta, for real. Ég er ekki að spyrja það. Hvað heitir það? Það er... Bónustig? Footloose. Footloose. Put on your Sunday Er þetta ekki lagið? Jú. Jú, geðveikt lag. Ég var fólk til því að Eða byrja ekki dansa. Nei, ok. Þetta var auðvitað Footloose. Israel in London, 4 very different people team up on a jewel heist, then try to double-cross one another for the loot, complicated by their efforts to fool the very proper barrister Archibald Leach. Gott nafn, Archibald Leach. Nú er ég smá strand. Þú ert smá strand. Þetta er svona aristocrat nafn. Sko þetta nafn hérna er kveikja ykkur bjöllum. Archibald Leach. Ég bara... Ok, myndi gerist í London. 4 different people. Dual heist and try to double cross.
Bæði eflaust og fáðu það í pop. Nei. Sko það ég með eina mynd í huga en hún enda 2001 svo mynd, þannig að það er ekki hún. Það er það ekki hún. Þetta er 80s og 90s. Einmitt. Þannig að... Oh my gosh. Varstu kannski að hugsa saman mynd og ég? Hún Hún kom inn að... Var hún inn að 90s? Hinn myndi sem ég hugsa hún var 2002. Ok. Þú mátt ekki sko það. Akkur er ég ekki að kveika? Það er ekki rétt. Veist það, leið þú segir svar, þá minn ég berja í borðið. Nóðus! En pælis að dýrinu, þetta er sko, þetta er indi bjöðdótt. Þetta er drullu erfitt, sko. Haldið þið að bara veljað fólk út í bæ gæti svarað öllum sem indi bjöðspurningum. Glæta. Kanski eitthvað svona Air Force One. Kanski. Já. Það er engi fatt að fullús. Það er mjög fáir, til dæmis. Já, Ísrael, ég þarf að fá svar. Hörðu, víst það, ég er að reyna að giska á eitthvað, mér dettur ekkert í hug til að giska, þannig að ég... Þannig að fá brainfarti núna. Já, Nú er downhill hjá Ísrael. Allt, nú fer þetta allt, sko. Það er kast núna. Svar núna. Pass. Ég ætla að segja bara, þetta er ekki svo mynd, ég ætla bara að segja þetta skor, það er ekki það. Það er ránt, ert þú með þetta kíló? Þú var smá tíma ekki að blága. Þetta er ekki snats, því það er 2000. Varstu ekki að hugsa hana? Ég var að hugsa hana Italian Job. Hún er 2001. Er hún 2001? Já, þetta er rétt, já. Þetta er ekki hún allavega. Svona, það var fyrst sem ég dætti í hug. Nei, þetta er 90s og 80s. Já. Kíló, ég þarf að svara núna. Shit, ég var að hugsa því Italian Job. Ég var að koma 99 eða, veist ég bara. Þetta er ekki hún, ég skal hjálpa þér, þetta er ekki hún. Þú ert ekki með þetta. Er það snats? Nei, þetta er ekki snats. Okay. Þið getið þetta ekki. Ég sé þessa mynd. Þið hefur pottið báðið síðana. Já. A fish called Wanda. Það er djóka! Heili minn fór actionmynd, ekki grínmynd. Það er málið, þegar þið sjáuð þetta bara, þetta virkar eitthvað svona spennumynd. Já! Tóli plattaði mig. Þarna var ég að ná Það er ykkur. ekki í London, ég var svona, Já, feikti ekki á London, sko. Frábær mynd. Frábær mynd. Ok, það er komið af kíló. Já, vá, þetta var góð spurning. Kíló, leið mér að lesa þetta. Retired Old West gunslinger Will Money reluctantly takes on one last job to avenge an injustice with the help of his old partner and a young would-be gunman calling himself the Schofield Kid. Það er bara ein mynd sem kemur í greina. En ég gæti haft rámt fyrir mig því það er ábygglega fullt af myndum með þetta premiss. Já, þú er bara að giska það. Unforgiven. Það er rétt. Yes! Þegar þú kemur með svona svör, Já. kíló, og horfir á mig, er ég með gott pókerfist? Já. Ég finnst alltaf að vera svona, er þetta rétt hjá mig? Já. Please. Já, þú er bara total dead Dauður. face, bara I have no soul. Ok, Ísrael, það komað Ég þarf þér. að Já, það er svolítið sín Ísland líka. Sín Akbar Hún er góð. geggjör í. Bara Ístúd, Ístúd. já. Sjötta, IMDb, lýsingin, Ísrael. A fearless, globe-trotting terrorist battling secret agent has his life turned upside down when he discovers his wife might be having an affair with a used car salesman while terrorists smuggle nuclear warheads into the United States. Þetta er True Lies. Þetta er dröðlæs. Easy. Voru ekki báða með þetta? Jú. Þetta. Ábyggilega bara svona top 10 uppáhalds hasamyndir mínar. Ok. Númer 7. Kíló. A Chicago advertising man must struggle to travel home from New York for Thanksgiving with a lovable oaf of a shower curtain ring salesman as his only companion. Er það hérna Planes, Trains and Automobiles? Ok, þetta var kannski smá feil af mér. Ég var bara að gleyma þetta var í. Ok, Ísrael. Kláraði þetta síðasta, IMDb. In the 1980s, a determined, criminal-minded Cuban immigrant becomes the biggest drug smuggler in Miami and is eventually undone by his own drug addiction. Þetta hlýtur að vera Scarface. Þetta er Scarface. He didn't have a drug addiction.
He just liked the way it smelled. Ha, já, víst drug-addiction, hvað meinar þau? Ég verð að segja, mér finnst Carlitos Way betri en Scarface. Þetta hot take mér. Mér finnst hún, ég get hort á Carlitos Way miklu oftar en því í endunum Tony, hvað heitir hann? Oh my god. Hvað heitir karakterinn? Ég þarf ekki að tala neitt núna. Nei, karakterinn í Scarface, hvað heitir hann? Tony Montana. Já, ég veit það, ég þarf ekki að tala neitt. Hann ekki eins likeable. Eins og Carlito. Hann svona að reyna að redemsa sjálfa sig og með sagan betri. Sko, ég persónulega, það ekki mikil munur hjá mér. Já, það sem tveimur. Mér finnst þér báðar geðveikar. Þær eru geggjaðar. Mér finnst Carlitos Way ein vannmennasta mynd. Já. Bara, já. Mér finnst líka Brian De Palma ekki fá nógu mikið kredit fyrir myndina sínar. Gerði hann ekki Blowout með John Travolta? Jú, hún geggjum. Ég sá hann í fyrst skipti fyrir. Sjá hana. Hún geggjum. Hún geggjum. Herru, ok, þá erum við búinir með þetta. Það bara 8 spurningir þessu. Það voru bara 8 þessum lið. Kíló, þú ert með 11 stig. Hann með 26. Nei, hann með 15. Þetta aðeins closing in. Já. Þú fyrst meira núna. Fiscal Wanda. You're coming home with me, buddy. You're coming home with me. Ef ekki á Bríkjan. Taldi ég þetta rétt? Jú, ég taldi það rétt. Já. 8, 3, já. 11 og 12, já, 15. Þetta 4 stig. Það getur alveg verið. Ok, förum í næsta lið og þú ert ennþá undir. Kíló, vilt þú byrja? Ég ætla að switcha yfir og hann byrja núna. Hann byrja núna. Ok, og líta frá. Líta aðeins frá hérna. Næst eru atriði. Það bara 1 rammi og þið bara að segja hvaða myndir þetta eru. Og Ísrael, þú byrjar, þið megi horfa og ég ætla bara að fá titilinn, ekkert annað. Hérna sjáum við mann beina byssu í einhverjum bíl. Og Ísrael, hvaða mynd, eða úr hvaða mynd er þetta atriði? Ég ekki Harvey Keitel með byssu í aðra hverja myndi. Hann er bara alltaf með byssu. Alltaf með byssu. Þetta er ekki að kveikja neitt hjá mér. Þannig að ég hef ekki séð þessa mynd, en þetta er bara fyrsta mynd sem poppa upp í hugunum. Það er Bad Lieutenant. Þú ert rosalega. Damn it. Það er rétt. Það er rétt. Ég var bara, please, gefur mér þetta. Þú ert rosalega, maður. Nei, stundum veit maður myndir sem maður ekki séð. Ég veit það. það. Maður sér atriðurinni eða hulstrið, maður búið svo trailerinn eða eitthvað. En það er samt, þú veist, maður þarf samt að ná í þetta í hausinn. Hann er sjúskaður, sérst hann er mega sjúskaður. Hann var ógeðslegur í þessari mynd. Miklu betur en þetta, Werner Herzog reboot með Nicolas Cage. Ég nefndi ekki sjá hann. Ok, höldum að fram. Kíló. Mun þetta virka í mínu þá að þú byrjar? Sjáum hvað þú færð. Oh my god. Hvað mynd er þetta atriði? Og endilega horfið á hana þátt að ég get kannski ekki alveg lýst atriðunum. Það er eitthvað með exið hérna í baksætinu, ungkona í framsætinu, skrítin og svipin. Eina sem er dettur í hug er Urban Legend. Það er rétt sér. Yes! Vel gert! Vistu þetta? Ég veit ekki sem hvað mynd úr að tala um hana. Já, ok. En sérðu samt, þú núna, ef að þú hefði byrjað, þá hefði þú mögulega fengið 2. Þú varst með Bad Lieutenant og Ísrael kannski klikka á þessari. Ég var að reyna að vera fair, skilja. Já, rétt. Það er rétt. Ok, þetta var vel gert. Já. Urban Legend. Þessi fyrstu 2 átt að vera svona gotcha moment hjá mér. Bara ég næði núna. Næst, Ísrael, númer 3. Úr hvaða mynd er þessi rammi? Þetta er rosa góð mynd. Þetta er Stand By Me. Þetta er The Goonies. Stand By Me. Nei, ég sá þessa mynd sem krakki, ég held ég verið svona 12-13 ára. Og þetta var svona fyrsta myndin fyrir þetta Mice of Men, sem svona virkilega náði svona hjartastrengin í mér, sem krakki. Ég tengdi svo mikið við þetta. Ég þarf að sjá hann aftur, ólands ég sjá hana. Sakna hennar. Rio Phoenix, já. Haldið þið, við höfum örgulega talað um podcastum áður, haldið þið að því menn hafa talast um þetta, ef að Rio Phoenix hefði ekki dáið, væri DiCaprio með ferilinn sinni í dag? Hann var ekki eins góð feril, því hann átti að leika í Titanic.
Var það? Já, hann var Dó hann ekki á undan? Það búið að vera að tala það Já, mörg einhvern ár tíma. undan, hann var the number one pick. Að þið hefðu þeir ekki svolítið verið að berjast svipuð hlutverk? Þú voru vinir, hann og Tobey Maguire og DiCaprio og fleiri. Já, River Phoenix, hver veit, það hefði verið Ég geðveikt. veit það. Kannski Þetta er er hann verið að Joker eitthvað kúnás, maður. En svo sem það líka var Heath Ledger ekki dáið, hvert hefði hann farið eftir Dark Knight? Einmitt. Hvað er svona 4-5 ára aldersmunur á Phoenix og... Ég man ekki alveg munin á þau, sko, en það er svona, það hefur sem er talað það, að mjög líklega hefði Feldans DiCaprio og ekki kannski farið nákvæmlega. En þeir eru kannski verið að berjast svipuð Þeir eru svo líkpælið, það getur leikið bræður í mynd, sko, þú veist, Phoenix og... Var hann ekki með honum þegar hann dó? DiCaprio, já. Ég þekki það ekki, sko. Líka því að River Phoenix er örugglega líkari DiCaprio, svona leikarlega séð líka, þó hann á dáungur, heldur en Joaquin Phoenix til dæmis, heldur en bróður hans. Já, kannski hefur Joaquin Phoenix ekki haft eins góðan fyrir. Ef að River hefði, nei. Ef hann hefði kannski átsæna bróður sinn. Kannski, en já. Herðu, höldum áfram. Við erum að tala um bíómyndir. Það er Kíló. Það er gaman að hafa svo inn á milli. Hver með þetta? Þú. Úr hvað myndi þetta atriði? Judd Nelson, það veit enginn hver Judd Nelson er. Ég veit hvað. En ég með geggja sögu, vinur minn hann Jason, tattúri minn, hann var að vinna í strippstað í Georgia eða eitthvað söguríkjunum in the 90s, late 90s. Jason hefur komið, ekki? Já. Hefur hann sagt þessa sögu? Nei, ég má ekki segja það, ég skal segja það. En að miðjum degi rúla 2 görur upp í mótihjóli og það er Charlie Sheen og Judd Nelson. Bara miðjum degi inn á strippstæðin og þau eru búin að trafala yfir bandaríkja mótihjólunum og voru að smoka meth inn í strippstæðunum og þau voru bara gett skemmtilegir, bara úti með þær og mótihjólun sín. Það er alveg real saga. Ég vissi ekki að þeir tveir voru hella vinir, sko. Ég vissi ekki. Að þeir voru bara að ferðast á mótihjólum, smókin meth, það er crazy. Já. Ég ætla að fá Jason aftur tíminu og ég ætla að spyrja út í það. Þetta er satt, en hann kannski má ekki segja þetta. Þetta er Verði að klippið úr þetta? Nei, The Breakfast Club. Breakfast Club, auðvitað, Easy Peasy, Ísrael, númer 5, Kíló eitthvað pirraður yfir þessu hérna. Ég var bara að rópa. Sorry, ég vil ekki rópa á. Úr hvaða mynd er þetta atriði? Þetta er Philadelphia. Þannig smitast hann að yðni. Þess vegna er í sjokki. Hún bara, oh my god. Þess vegna er í sjokki. You have AIDS. Oh no. Sorry. Það er ótrúlega. Wow. There's something about Mary. There's something about Mary. Hvað er það að horfa á hana? Það er ekki langt síðan, hún er ennþá fyndin. Hún eldist vel. Já, Matt Dillon er svo ógeðslega fyndin. Þetta upphafsatri, ég man því ég og félagið með hormóna fyrst, við hlóðum svo mikið þegar hann er á klóstinu, við þurftum að stoppa, spóla tilbaka þess að horfa áttu, því við hlóðum svo hátt, við vissum ekkert hvað þið voru að segja. Festir pungin hann í rennilásnum og þeir sína og Keith David Franks and Beans, segir ekki það. En mér finnst líka Ben Stiller, ég veit, þú veist, hann er grínleikur eitthvað, hann er ógeðslega fyndin. Mér finnst hann mjög fyndin í mörgum myndum. Ég horfði á daginn, eða svona kannski 2 ár síðan, í fyrst skipti, heldur hún heiti Heartbreak Kid. Já. Hún er fín. Hún er fyndin. Ég átti ekki voru hann, ég held að þetta er drask. Ég hló bara oft. Hann er the best Nepo baby. Hann er my favorite Nepo baby. Ángríns, hann er one of the good Nepo babies. En það hafi verið nokkri. Já, en he's the best. Er hann the best? Hann er líka gegn að kvikmynd að gera maður, skilur. Já, reyndar. Ég þurfti að hugsa þetta samt aðeins. Það getur einn spurning í einhver kvissi. Hvað er besta Nepo baby? Ég fíla hann bara sem mannesku líka. Já, hann er cool. Ég elska Ben Stiller, hann er flottur. Höldum áfram. Kíló. Oh my god, hvað fæ ég? Stressaður, spenntur. Let me go. Mamma mia. Hvaða mynd? Ég sá þetta á Waff.OS, á Betamax á sín tíma, á Betamax hjá frænda mínum, því ég er svona 13 ára. Já. Þessi mynd, ennþá, ég horfði á hana bara í fyrra, hún er ennþá frábær, bara frábær mynd. Og þetta er myndin? Þetta er myndin The Mask. Nei, Wayne's World. 1 eða 2? 1. Já, ok, ég er bara að testa.
Kíló. Þetta er one of the best comic movies. Hún er æðislega maður. Þetta var sko Vaff og S-myndin heimi hjá mér sko. Right? og þú ert að velja gamla, það er bara, ég horf á Wayne's World aftur. Já, horf á Wayne's World. Ég þarf að horfa aftur á það. Það er svolítið síðan sá það. Mér þótt samt alltaf mjög væntu þær. Excuse me? En var þetta ekki... Baking powder? En var þetta ekki... Er það ekki rétt hjá mig? Þetta var byggt á SNL-karturum. Jú, Já, þetta er besta SNL myndin, sko. Já, Wayne's World, maður. Það er bara svona lightning in a bottle. Það er bara perfect tíminn, tónlistin, allt saman. Og þeir bara dældu út framhansmyndin bara strax árið eftir sko. Já, hún var bara fín Er líka. ár á millið þeirra? Já. Akkur kom til 3? Ég veit það Ég held að 2 gekk ekki eins vel og 1. Gekk henni, já. Og hann líka fór að gera Austin Powers þeirra með hann. Hvor er betur, Wayne's World og Austin Powers 1? Wayne's World. Wayne's World. Austin Powers er geggjuð, en þetta er fyrst, þetta er fyrst skipt sem ég sé Mike Myers og þessi karakter. Ég vissi ekki svona SNL skitið. Hvor er finnari? Wayne's World eða Austin Powers? Austin Powers er drullu fyrir. Já, en hún er svona pínu meira barnari fyndin, en ég fíla þessa. Er það ekki djóka? Batman að fyndi? Austin Powers? Þegar hleypur hann á klósetti, hann er elda number 2. Já, ég veit. Hann hleypur hann á klósetti Number 2 og hann segir, you didn't happen to see, og svo snýrir sig við og það blindu kall, anything at all. Ok, þeir eru báða geggjar. Það er svo gott jók. Það er svo mikið góð jók um Austin Powers. You didn't happen to see anything at all. Ó, það er svo gott. Ok, en ég meina, hún er líka alveg góð. Það er bara eins og langt síðan ég sá Wayne's World. Þetta er hárkolla sem hann er með. Já, ég held að Ég hélt ángæðis þetta var alveg hárað hans. Er ekki líka Dana Carvey með hálfkvæmt? Jú, ég held að Þeir eru svo fucking olvita. Hvað kom fyrir Dana Carvey? Hann gerði ekki. Hann er podcast í dag. Já, nú, Með David Spade. ég bjóst við að hann myndi take Hann var í Master of Disguise. Wow, turtle. Wow, það var lélega bí. Sá hann í... Turtle. Þetta er ömulegt. Okkur lóði það svona mikið. Wow. Ég sá það mynd í bíó og ég bara fór sko þunglindur út sko. Ég bara, oh my god, hvað það lélega mynd. Hótt hann í bíó. Hann var spenntur. Ég var næstu bara sko kafna á aðeinu. Hótt hann í bíó. Ok, höldum áfram. Það er ekki Bíó. á Master of Disguise. Ræðileg. Ísrael er skemmtilegur. Ok, Ísrael, þú ert næstur. Ok. Úr hvaða mynd er þetta atriði? Þetta er My Left Foot. My left toe. My left toe. My left foot. Við erum ekkert að tvínunett við þetta hérna. Kíló, úr hvaða mynd er þetta atriði? Þetta er Þetta er annarkvort 2 myndir. Þetta oh my god, það er bara 2 myndir sem komið í huga. Það er bara annarkvort þeirra. Það er The Witness. Og ég gef hún rétt við það er Witness, ekki þau. Ok, en ég geði rétt ok, cool, geggjað. Hann að vera Strátt að vera Ég er ekki sko. Witness. Ég held ég Hvað var hitt sem áttu að hugsa? Já. Það voru 2 myndir með honum og ég held að þetta var heil með fór eitthvað Regarding Henry eða eitthvað. Já, það er eitthvað ekkert fólkisk. Ok, Ísrael. Úr hvaða mynd er þetta atriði? Þetta er Big Trouble in Little. Ok, þetta er mynd sem ég langar að sjá í bíó sko. Já, ég er svo til að sjá hann í bíó. Þetta er Backdraft. Þetta er crazy. Þetta er á watchlist hjá mig, ég þarf að horfa á hann aftur. Hún er skemmtileg. Þetta er ekki Ron Howard. Jú. Ógeðslega góð. Ég leika Kurt Russell, ég horf allt sem Kurt Russell í. Nema jólamyndirna sem leikur jólasveina, ég vil ekki horfa það. Ég ætla að koma með kannski hot take, af því að William Bolton leikur í þessari mynd. Já. Okay. Ég fíla alla Bolton-bræður Já, ég sammála. sem leikara. Ég fíla ekki Stephen Baldwin, ég fíla Bæða Dóm. Mér finnst þér allir skemmtlegir. Já, já. Þeir eru misgóðir, mér finnst þér allir skemmtlegir. Líka hérna feitibróðurinn, leiðileg. Daniel Bolton. Já, Daniel Bolton, sem leik í Homicide Life on the Street. Já. Og hann var í Vampires. Já, ég hef alltaf hort á hann sem svona léleg útgáf af Tom Sizemore. Já, það er Hann er svona, það er rétt, já. hann er svona temu útgáf af Tom Sizemore. Ok. Það var rosa kast í þessa mynd. Gæðvegt kast. Förum að klára þennan lið. Það er Kíló, þú klárar þetta. Frábær, ég sakna Robert Williams svo mikið. Já, ég líka. Good Will Hunting. Já, ég veit þetta er alltaf skýtlegt. Ok. Það var ekki feilnóta í þessu. 5-5. Sko. Ég horfði á þessa aftur um daginn. Já. Good Will Hunting. Svolítið síðan ég það síðana. Svo var hann Willi sem kom til mín í top 10 þátt. Hann nefndi hana og ég horfði á hana í framhaldi af því. Eða svona reyði hann upp.
Þetta er ógeðslega góð mynd. Ógeðslega góð mynd. Þið áttu að skila Óskarinn. Já, í sammála. Og kannski hot take, ég fíla á báða. Ég fíla Matt Damon og Ben Affleck. Ég elska Matt Damon og Ben Affleck. Ég er big fan af Ben Affleck. Ég horfði á daginn Paycheck. Geggjuð. Já, geggjuð. Hún er ekki geggjuð, en ég elska bara Ben Affleck svo mikið. Já, ég elska bara eitthvað geggjuð, þú alveg, hún er ekki geggjuð. Mér finnst þú geggjuð. Þér finnst þú geggjuð. Það er bara svona, mér fannst það aðslega svona, með eitthvað, ég er með all dæmi hérna. Ég varst glöt í svona. Veist, ég meðan þetta var svona góð koncept sem var ekki út hugsa nóg vel. Nei. Viss að Matt Damon var fyrst bóðið þetta hlutverk. Hann sagði nei. Hann sagði nei, af því hann var nýbúin að gera hana Born Identity. Já, með Amnesia. Hann sagði, ég get ekki verið 2 Amnesia myndir röð. Ertu alveg fyrstu Born Identity? Já. Sem er svona 1000 sinnum betur en Paycheck. Já. Ok, stíin eru... Og hann upp hos Batman minn. Hann er geggjaði Batman. Hann er bara þurfið betri mynd. Oh my God. Og hann er þurft að fá, ég vil að fá Affleck mynd sem hann leikstýrir og skrifaði Batman mynd. Mér skandallega um aldrei fengi hana. Ég hef verið til að sjá hann solo Batman mynd. Ég held hún að það eru geðvig. Já, þú ert ennþá undirsamt. Já. Kíló. Þetta er síðasti liðurinn. Nei, þetta er búið! Þetta er að vera búið. Hvað er staðan? Staðan er, þú ert með 16. Hann er 22. Og hann er með 22. Nei, 21. Nei, svo hann þarf 20. að ná, þú veist, tveimur röng, bara svo ég hann er 20. Þetta er nú ekkert svo slæmt. Nei, líka þú veist, það er nefnilega, það er eitthvað eftir, það er alveg 12 spurningar. Það er eitthvað svona Þetta eru flokkar. flokkar. Nei, vitið það, og þetta er ekki út af því að Ísrael var hérna, að ég orðast með ártalsspurningar, hann er góður í ártölum, þetta er ekki viljandi gert, en ég er ekki með neina ártalsspurningar. Ég var svo undirbúin mig fyrir ártal. En ég veit ekki okkur, ég bara, já, það var til þess að ég var ekki... Ég var að fara í gegnum myndir og ártal ekki bara, já, 1997. Ég fór alveg frá 70 til 2004, ég bara, já, ok, já, kom þessu 2011, ok. Klárum þetta, Kíló, á hann að byrja. Þetta eru flokkar, sko, þú fær að velja. Ég ætla bara að byrja. Já, ég er svo sem betra að byrja í því. Flokkarnir eru 4. Okay. Það eru 3 spurningar í hverjum flokki. Þetta er 1999, það er 1 flokkur. Annar flokkur er Julia Roberts. Svo ertu með Tom Cruise. Svo ertu með 1989, 3 ár. 3 ár í hverju? Þannig að það eru 3 ár Tom Cruise spurningar og 3 ár hérna. Og 1989. 89, cool ár, mikið geggjum minnum. Og 99. Já. Oh my God. Ég ætla bara Inside mér fór 1999. Það velja það. Þú ætlar að velja eina spurningu. Þar fyrsta spurningin í 1999. Hvað heitir leikonan sem leikur Katrina Van Tassel í hryllingsmyndinni Sleepy Hollow? Hvað setja þetta? Hvað heitir leikonan sem leikur Katrina Van Tassel í hryllingsmyndinni Sleepy Hollow? Er það Christina Ricci? Er það að spurja mig, er það að segja mér það? Það er bara eina leikonan sem mannur sem mynd. Christina Ricci. Já, er það sérst... Já, það er rétt. Yes! Elskar Christina Ricci. Ég líka. Og veitir hvað? Hafið þið sitt Yellow Jackets? Já, geðveik. Ég datt út í 3. Það var eitthvað. Ég er ekki búin að horfa á 3. Nei, en... Er 3 komin út? Já, 3 komin út, mér finnst það ekki góð. Ég hætti henni. En ég elska þetta kombo af leikon. Já. Christina Ricci og Juliette Lewis. Já. Ég heldur ekki verið saman í myndum áður. Mér finnst það svo skemmtilega. Báða svona psycho bitches. Já, það er eitthvað svona, það eru það er töffarar. Og svona hafa það svona saman. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Ok. Fekir 3 stig fyrir þetta. Þú veist 18 fyrir. Yes. Þú veist 1 stig fyrir þetta. Ísrael, hvað maður bjóða þér af þessu flokkum? Ég langar að fá Tom Cruise spurningu. Tom Cruise spurning? Já. Í hvaða mynd frá 1988 leikur Tom Cruise Charlie Babbitt? Rain Man. Damn. Rain Man. Ég kallar hann Tommy Cruise. Kíló, vel þú? 1999. Hvaða glott var þetta? Nei, ég bara klára Þú ætlar að klára 99. Hvaða leikona leikur lögreglukonuna Amelia Donaghy í spennumyndinu The Bone Collector?
Angelina Jolie. Ok, Ísrael, hvað maður bjóða þér? Ég halda áfram með Tom Cruise. Þið eru búin að finna ykkar flokk. Í hvaða mynd frá 1993 leikur Tom Cruise Mitch McDeere? The Firm. Damn. Bara árið, vissi bara árið, bara já, The Firm. Já, hann náttúrulega ártalskall. Já, þetta svo góð mynd. Eitt við The Firm. Man ég hvort ég búin að nefna í podcastinu. Ég horfði hann aftur fyrir kannski árið síðan. Mér finnst það geggjumynd, en shit, hvað tónlistin leðilegin. Það? Hún eldist hræðilega. Þetta svona ekta 90s þetta ekki svona píón eitthvað leðileg tónlist, en myndin ekki ekki. Þannig að þetta var svona mín Firm-saga. Kíló? Nei, þú ert búið með, þú varst að taka Firm. Kíló? Það var að taka 99 eftir. Á, ég kannski að taka síðan Tom Cruise. Ég tek 99, bara held áfram. Þið langaði pín að taka þetta síðustu Tom Cruise. Já, en ég ætla ekki að 99. Þú varst að taka, þetta viss? Já. Þetta alveg viss? Þetta er svo ég vilti 1.000.000, þetta alveg viss? Þið vissum þetta svara? Já. Hvað heitir leikarin sem leikur Nick the Zone, Falzone í Green drafmyndinni Pushing Tin? Nick Falzone the Zone, það er John Cusack. Ekki Billy Bob? Ég er að tjóka, þetta er John Cusack. Jú, það verið Nastja, þetta verið Billy Bob. Ég bara, nei, það er ekki karðan hans. Billy Bob myndi aldrei heita eitthvað gauður, eitthvað The Zone. Hann hefur bara sagt, nei, ég mun ekki heita þetta, helvítið nafn. Breytið nafninu núna. Þú ætlar að klára Tom Cruise? Það er Thomas Cruise Mapplethorpe the Fourth. Já! Heitir hann það? Það var Mapleton the... Mapplethorpe the Fourth. Já. Leim. Þú fær 5 aukastig fyrir þetta, Ísrael. Hey! Ísrael, í hvaða mynd frá 1989 leikur Tom Cruise Ron Kovic? Born on the 4th of July. Damn, þú ert brilliant, bro. Shit. Þú hikar ekki Ég svona. nefnilega las svona unauthorized æfisögun hans fyrir nokkur mánuð síðan. Já, og myndi þetta nafn, sko. 1999 og Tom Cruise, þetta er búið. Julia Roberts. Hlustaðu núna, vel Kíló. Laura Burney sviðsetur dauða sinn til að flýja ofbeldisfullan eiginmann sinn, en hann kemst að því að hún er á lífi og eltir hann til Cedar Falls. Hvaða mynd er verið að tala? Sleeping with the Enemy. Impressed. Úff. Very good. Ég held ég væri svo mikið að negla ykkur þannig. Nei. Ég hef ekki séð hann í 100 ár. Mér minn hún hafi verið skemmtileg. Hún er Bara fín, ég fíl líka þessar myndir, þessar gömlu thrillera. Já. Hvað er þessi thrillera? Sammála. Í dag er þetta orðið bara eitthvað svona Netflix míniserið sem þetta tekti ykkur 8 þætti í stæðan fyrir að gera bara eina solid bíómynd. Það er rétt. Ísrael? Þú getur ekki til í krúsa? Hann verður 89. Ég ætla bara 89. Já. Tökum það. 1989. Hvaða leikari lék aðalhlutverkið í Field of Dreams? Það er Kevin Costner. So easy. Það er Kevin Costner. Kíló? Julia eða 1989? Ég held að við séum bara að fara að ná öll þessu, sko. Samanlagt. Ég ætla að switcha og ég ætla að taka 1989. Þú ætlir í 1989. Það var en mistök. Okkur, er það ljótt að mér að ég fæ svona smá útur í að pína Kíló? Já. Ok, Kíló. Hvað heitir pabbi? Nei, hættu þessu. Ég er svo lélegur í persónunöfnum. Hvað heitir pabbi? Þú vildir fara í þetta. Ég vissi þetta var. Ég fór eitt innsæði mitt. Ég fór gegn innsæðinu mínu. Hvað heitir pabbi Indiana Jones í myndinni Indiana Jones and the Last Crusade? Oh my god. Ég er svo lélegur með persónunöfn. Þú valdir það. William Jones. Ég veit það ekki, þú veist þetta 100%. Ég er svona 90% viss. Og hann er bara að stela því og fá 2 stig! Það er bara 2 stig. Ég vissi að ég hefði ekki átt að gera þetta. Ok. Hann heitir... Þú sagði. Hann heitir Franking Winterbottom Jones. Þetta er rátt. Ísar, ertu með þetta? Ég er ekki 100%. Mér minni hann heitir Henry.
Já. Það er rétt. Leo sagði það, ég bara já. Ég laka svo til þegar Kíló kemst að því hvaða spurning hann Julia Roberts. Það er einhvers sem þarf að velja hana. Ætlar þú í 1989 Ísrael eða ætlar þú í Julia Roberts? Ég bara tökum Julia Roberts. Svitist það hans upp. Nú fær hann spurningu sem þú hefur þá fengið. Spurning 2 í Julia Roberts flóknum. Julia Roberts lék Vivian Ward árið 1990 í kvikmynd eftir Gary Marshall. Hvað heitir myndin? Pretty Woman. Er það rétt hjá hann Kíló? Hefði þú sagt Pretty Woman? Gary Marshall. Leikur Vivian Ward 1990? Jú. Þetta er rétt hjá Rísa. Það er sem er dáta sjálfur með það, ég svona. Ok, Kíló, það er ein spurning eftir að Julia Roberts og ein eftir í 89. Gefum smá Júlíu. Árið 1993 leikur Julia Roberts og Denzel Washington saman í kvikmynd. En hvað heitir myndin? The Pelican Brief. Vel Annar gert. thriller, sko. Vel gert. Þá fær þú ekkert að velja, Ísrael. Þú klárar þetta bara. Yep. Númer 3. Hver leik aðalhlutverkið í Lean on Me? Það er Morgan Freeman. Vel gert, maður. Það er rétt. Vá, þetta var ógst gaman. Þetta var mjög skemmtilegt. Já, þetta er líka svona spurningar sem svona þarf að nota ímyndunarblið. Það er ekki til að velja úr eða neitt, það er bara svona... Já. Lean on me, langt síðan. People used to call me Crazy Joe, now they call me Batman. Batman. Er þetta Lean on myndinni? Já, því hann er með Batman. Ég sá hana þegar ég var krakk. Ég veit ekki af hverju ég ekki hort aftur á hana. Er hún ekki drullu góð? Jú. Ég man svona principle myndir á þessu tíma. Lean on me, Dangerous Minds. Principle og The Stand and Deliver. Ég hef ekki séð. Stand-in yfir hérna. Það er Lou Diamond Phillips og Edward James Olmos. Vinnur hún sem byggði á sannirsögu, svo mynd. Ok, strákar, stigin eru eftir farandi. Þú ert með 21 stig Kíló. Já. Og þú ert með 27. Ísrael. Takk fyrir. Ísrael, til hamingju. Það var ekki eins mikið rústað hér. Nei, þetta var gaman. Þetta var mjög skemmtilegt. Það var geggjað. Það var mjög gaman. Var þetta oflétt? Það voru svona nokkar spurningar sem ég vissi ekkert sem hann svaraði. Það, sem þú sagði þá ekki. Það voru allan tvær hana sem ég man eftir. Þú veist, það mætti alveg vera pínu erfiðar. Já. Þú veist, við erum alveg með, þú veist, hann er með svona 90% hitni, ég er með svona 75% hitni. Já. Skilur. Ég vil sjá þetta bara 30% hitni. Já, ná bara. Ég er bara að geta Leikur sagt endar rámt. Þetta endur eins og Þetta er ekki fótboltaleik. the witness, það er witness, rántjáður. En ykkur að segja, ég er nokkuð að ég tala ekkert erfiðleikastigi fyrir þáttinn. Ég hef stundu gert á Bjöggi vinur minn, hann hefur komið svona quiz þátt. Okay. Hann þolir ekki að gera þetta. Ég segi eitthvað svona stráka, þetta er frekar létt. Að bara, hvað er þetta að segja þetta? Þá er ég svo fáið þetta, ég get þetta ekki eitthvað svona. Þannig ég ákveð núna, ég ætla ekki að tala um það fyrir eftir keppnina. Mér fannst þetta rosalega létt. Já. Svona miklu leyti. Rosalega létt. Sérstaklega fyrir eitthvað sem þekki 80s og 90s. Þannig ég soldi svona, og við erum alveg hreinskilin, ég bjóna þátt svolítið til líka fyrir fólk sem að hlusta. Svona leifa því svona, já, ég veit þetta. Þetta er ekki ofervitt. Ég hef stundum gert keppni sem er alveg fucking erfiðar. En mér langaði að hafa þetta svona, létt svona, ekki ofervitt. En ég er sammála, ég hef alveg getað þyngt þetta aðeins og við sumta bara eitthvað, veist, stand by me, auðvitað vita báðir þetta. Þannig að þetta er kannski pínu minn fell. Nú er þeir að segja, nei, Hafsteinn, þetta var bara gaman. Það var gaman. Þetta er svona mátulega, svona pínu erfitt, bara pínu. Ekki fyrir hann en fyrir mig. Ég meina, Ísrael endaði með 27 og þið skiptust á, það var eitt stig fyrir hverja spurningu, þannig að þú náðir í rauninni 25, fattu ég, þið báðir svarað öllum ykkar, þá er þetta 25. En þú náður að fara yfir það í rauninni. Með því að stela. Hann er að stelja. Stela. Svo var alltaf, það voru tvær svo klikkar á það. Já, allan tvær. Það var hann að, hvað heitir systir Andy og
Já, Sister Andy. Og svo var hérna með Fiskóld Vanda. Já, við báðum klikkuð á því. Þið klikkuð báðar því. Já. En það var hérna þegar ég myndi, hvað er þetta, Urban... Legend. Ég hef ekki hugmynd það, sko. Það hefði verið, ég fengið 2 stig þá veist ég við stóli. Ef að þú hefði líka tekið hérna Pretty Woman spurninguna, Já. þá var að tala bara þá væri glasið þitt. Mögulega. Það engin ferða glas. Stúta glasinu. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, strákar. Þetta búið að vera ógeðslega gaman og ég elska að gera svona quiz-þætti. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. Já, við elskum þetta, Heffi. Við elskum þetta, bara takk fyrir að bjóða. Ég bara elska þess að quiz-þætti hjá og gaman að fá að taka þátt í. Já, þetta náttúrulega sko þið pottið báðar eftir að koma eftir svona quiz-þátt. Ég var til að vera í liði með honum á mótningunum. Það var ég til í. Þá náttúrulega þyrfti ég að fá okkur að sko algjöra fallbyssur til þess að keppa Já. Að gera. Því þetta litla sem hann veit ekki myndi ég svona fyll upp í. Það reynda sko eitt líka að því að eins og þegar þú varst með Snorra Kíló, ég hugsa alveg að ykkar þekking sé svolítið svipuð, en ég held að ykkar sé endilega ekkert svo svipuð. Þetta svo Ísrael ekkert kannski svakalega sterkur í hryllismyndum, þú ert meira þar sko. Já, eins og Hellraiser spurningin, ég hef ekki glórið það sko. Nei. Það var bara deductive reasoning. The hellbound heart. Sko, ég væri alveg til í að para eitthvað saman móti ykkur. Já, ég er til í það. Ha? Ég vil fara á móti hérna Mána og vinnum hans hérna. Óla. Já. Var það? Ég er til í það sko. Það getur reyndar úr áhugavert. Hringdi ég á núna sko. Bara mæta núna, alveg eru kúkur. En ég ánáttúrulega þarf að bóka annan þátt með þeim. Ég ætla að láta þá keppa aftur við hugleik. Og eitthvað gest, þau kepptu við hugleik. Ég vil langar ekki vinna, ég vil langar ekki eftir að taka móti við hugleik. En Óla og Máni unnan. Er það? Þeir unnu hugleik. Það var Já, var einn á móti þeim. Já, það var einn á móti þeim. Næst ætla ég að hafa sko... Double team team. Já, en næst ætla ég að hafa Með hugleik... hvað mörgum stigum? Það var bara munna ekki miklu sko. Það var rosa þáttur. Hugleikur, Ég þarf að horfa á það. þú vil að horfa. Það er erfið keppni. Hugleikur var yfir á tímapunkti sko. Svo fekk ég skilabóð, ég ætla ekki að nafngreina það sem sendi mér. Bara eitthvað, hvað? Þú veist, hann var bara einn maður. Hann átti, þú veist, eitthvað svona. En mér til varnar, hann alltaf tölvöld eldin þeir. Til dæmis, ég hefði keppt við hugleik sjálfur. Og hann veit fucking mikið, alveg bara rosalega góður. Ég held einhvern veginn að hann myndi vega upp á móti, en Óla og Máni voru í stuði, sérstaklega Óli, hann var on fire í þessum þætti. Hann er rosa góð. Rosa góður. En svona, þú veist, já, ég ætla að sjá, ég var búin að tala hugleik, hann er til í rematch, og mér langaði að gera það núna fyrir áramót, þá ætla ég að gera heavy duty erfiðan þátt. Alveg sko, það veit enginn þetta. Ég vil ekki, bara enginn í heiminum veit þessu svör. Já, því okkur langar að sjá hvort við gætum bara svona, ég veit þetta. Hvernig veist þú? Mér langar að lenda í svona. Já, svo líka það sem er náttúrulega, að þú er prófað að vera svona með öðrum í liði, þá er náttúrulega líka að geta kasta svona fram og tilbaka, er þetta ekki Denzel Washington? Nei, ég er alveg viss, þetta er Morgan Freeman. Er þetta alveg viss, var hann ekki að skilja? Það er alltaf ekki tækt að maður einn. Þannig að það getur verið gaman, en ég ætla að potta þetta par ykkur saman, það getur verið mjög skemmtilegt. Ég er til í það bara. Þið er náttúrulega svolítið skemmtilega ólíkir og ég held þessum skemmtilega ólíka þekkingu og þá, bara eitthvað að segja strax, ég get sagt það bara núna strax, þegar ég gerir þann þátt, það verður ekkert svona easy peasy, kallað mér. Og það verður ekkert bara 80s og 90s, eitthvað svona ykkar heimaðli, bara gleymi. Það verður alliða, alls konar spurningar og þeir sem keppa við ykkur, þeir keppendur, það verður líka alveg lið. Til. Þeir eru til í það? Ég er til, já. Ég er alveg til í smá challenge, ég er bara þótt ég verð rústaður, það er bara, ég vil smá challenge. Ég með langar að sjá hversu góður er ég, for real. Ég, Sammála. Ég er til í þetta að það var ógeðslega gaman þegar þú kepptu í Snorra, þá varstu bara solo á móti honum. Svo þegar þeir voru saman, það var ógeðslega gaman. Þannig að ég er til í það, ef að fólk sem er að horfa að hlusta þennan það, vill sjá það, Ísrael og Kíló, saman á móti einhverjum svaka. Þessu ykkur á Kíló og Ísrael. Ef að fólk á móti hverjum sem er. Á móti hverjum sem er. Ef að fólk er til, ef að þessi þáttu verður vinsælt, sem ég býst alveg við því, þeir eru báðið mjög vinsæli gestir hjá mér, þeir eru hjálp maður að auðlýsa líka þáttinn þegar það kemur út. Ef að fólk er til í þetta, þá er ég til í að gera fyrir áramót, þegar spilið mitt er komið út, þá promótuðu spilið, gerum eitthvað dundur risa þátt, þá er það fleiri en 50 spurningar og það verður ekkert eitthvað það verður engin stand by me myndi. Enga pissupásur, ekkert.
og hækkar hitaninn inni við með korsveitir Það verður bara tími. Svona countdown. Þetta verður algjör pynting. Strákar. Taka kvíðalifurinn mæti. Strákar, takk fyrir komuna. Þetta var geggjað. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Kíló. Æðislega. Já, nei. Nei, það er rétt það. Kóngur. Þetta verður með í þættinum.